Já, svona áður við byrjum að tala hlúðlampann, þá vil ég aðeins bara útskýra þetta 3 atriði, atómið og ljósið, spóluna eða ballestina og starterinn. Og byrjum hérna á atóminu. Atóm eru þannig að það plúskjarni í miðri, þetta er svona eins og sólkerfi, jörðin og sólin. Það er plúskjarni í hverju atómi. Þessi atóm er allt efni sem er búið til, það eru atómum. Og kringum hvert kjarna eru rafeindir sem eru í ákveðnum hvelum, fyrsta hveli, öðru hveli, þriðja hveli og byrjið hérna á milli er mismikið. Og ef við getum, segjum við með gas, við getum sendið rafeind í gegnum gasið, því að setja pluss og mínus og rafeindin fer þá flegi ferð frá öðru skautunni yfir hitt. Ef hún rekst á leiðinni á rafeind sem er á einhverju hveli hér, þá fer sú rafeind hingað upp og dettur niður aftur. Hún var orku til að fara upp og dettur niður, þá skilar hún orkunni. Og sú orka sem hún skilar, það er ljóseindin eða ljósið sem við sjáum. Þannig að það eru til margar, allavega tegundar atómum, mismörgum hvelum og mismörgum rafeindum og mislangt á milli. Og þannig getum við valið atóm til að láta í gasið, til að láta hérna gefa frá sér allavega liti á ljósum. Þannig að þetta er svona það sem við erum búin til ljós. Við tikkum rafeindum upp, að detta niður og gefa frá sér ljós. Og ljósið er veltur af fjarlæðinni, stundum fara það héðan, þá þurfum við að fara fyrst á hvelið hér, gefa frá sér eitthvað ljós og svo hingað í 2 skömmtum og eða héðan, þá koma 3 skammtar og þá þegar koma 3 mismunandi ljós. Þetta er svona það, atómið og ljósið. Spólan sjálf, í hlúðlampa er þetta kallað ballest. Og þetta er bara vafningar utan málmkjarna og þegar það er straumur í gegnum hana, gegnum málmkjarnan, ekkert mál. Hérna er þetta segulsvið í kringum en svo þegar við rjúfum rásina, þegar við opnum og straumurinn hættir að renna, þá er spólan þannig að hún spanar upp spennu með öfugri pólum, þannig að hér í plús. Og það er einfallega plús hérna uppi, hérna, og sem bara plús hérna, og mínus hér, og þá snýst spennan við. Hérna verður mínus, og hér verður plús, og hún spanar upp háan spæk. Hér verður 200 volt, þá getur spækurinn hæglega orðið 4 sinnum stærri, 800 volt eða jafnvel meira. Þetta er svona, þetta lenslögmál eða spanlögmálið í spólunni. Þegar straumur hættir að renna hérna spólu, og þá er orka í henni sem er í formi segursviðs og segursviðið breytur breytur fasa og býr til háa spennu til að ná í strauminn aftur. Þannig sem ég þetta fyrir mér, svona mótilega að ná honum tilbaka, þá býr það til háa spennu og reynir að draga hann til sín aftur. Og þetta er kallað sem span. Og þetta er það sem við þurfum að hafa til að kveikja á gaslampanum eða þess að á hlúðperunni. Og hér er svo þriðja atriði sem er starterinn. Þetta er svona eins og svona stykki, eins og tappinn hérna. Og þetta er svona smá plaststykki inn í þessu glerhylki, þetta hér er glerflaska. Og þetta er það sem þetta snýst þessi bímetall, eða tvímálmur, sem þetta rauða sig kopar og bláa sig járn, eða stál. Og svo ef þið hitið þetta, þá lengist koparinn meira. Og hitt lengist minna. Eða öfugt, ég man ekki hvort er hvað, allavega þeir lengjast mismikið. Svo er þeir bara valsaðir saman, settir saman og beygðir svona og svo hleypum við hérna rafmagni hérna á þessu skaut hérna, sem bara hér er milli 220 volt, 220 volt hérna. Þá fer rafmagni í gegn og gasið hérna frá þessum vír hér, hérna yfir eina vír hér út allt hérna, rafmagni fyrir, nei, hér er háspenna og hér er, hérna er L1 og hér er 0-ið og þá er hér á milli 220 volt og það er gasið á milli og gasið byrja að leiða. Og þetta er svona bláleitt, það ljómar og þetta hitnar. Gasið hitnar hérna og hitar þennan bímálum hérna, eða þennan tvímálum. Og þá lengist þetta rauða meira heldur en bláa og þetta réttir úr sér, svona. Og þá tengir hann hér við, hérna. Og þá fyrir leiðinni hér í gegn, ekki lengur gegnum gasið, heldur hérðan og hingað. Og þá hættir rafmagn að fara gegnum gasið
og gasið kólnar og það fer hann aftur saman og opnar aftur hér. Þetta er það sem starterinn gerir, þetta er spólan og þetta er gasið inn í perunni sem að það sem að rafdinn hoppar upp og fer niður. Þetta er svona aðfara orð af því sem koma skal. Við skulum skoða það.